Komið sæl gott fólk. Ekki fallegur hljómurinn. Nú erum við búin að hringja inn og nú ætla ég að spjalla ákveðin málefni sem eru sambönd. Alls konar sambönd og þar á meðal ástarsambönd. Og kannski svolítið vandamál sem að skapast í þeim. Því að hvernig stendur á því að 50% af öllu fólki sem að gifti sig í dag skilur svo. Bara gengur ekki, förum í sundur, gefumst upp. Og svo kannski stór hluti af þeim sem er þá áfram í sambandi og búa saman er ekkert ánægt. Þau eru bara ekki ánægð og það má sjá fýlusvipinn á þeim lekandi jafnvel þegar þau fara að versla saman í Bónus. Þetta er kannski svolítið óþarfi. En svona er þetta á Íslandi í dag. Af hverju skyldi þetta vera? Skyldi við mögulega vera að fara inn í sambönd og ástarsambönd sérstaklega með væntingar sem eru ekki alveg raunhæfar. Væntingar að hinn aðilinn geri okkur hamingjusöm. Eins og í bíómyndunum eða ástarsögunum. Og svo gerist það bara ekki, af því að það er ekki forskriftin sem að við vildum sem að hinn aðilinn er að fara eftir. Og þá upplifum við höfnun, svona persónuleg árás jafnvel. Og við getum fundið jafnvel tilfinninguna sem er skömm, enginn vill mig, ég er einmana og í raun og veru þá er höfnun ein af sárustu tilfinningunum sem við upplifum. Og flest kynnumst við henni sem börn. Og þegar við förum að endur upplifa gamla minningar eða endur upplifa að einhver er að hafna okkur. Það getur verið skólasystkini, það getur verið foreldrar, systkini, vinir, hver sem er. Þá búið til varnarkerfi, þá svona innri partar okkar sem að breytast í verndara og þeir segja bara þetta skal ekki gerast aftur. Við viljum ekki finna þennan sársauka. Þannig þeir búa til varnarkerfi sem geta verið alls konar tilfinningar og hegðun sem að býr oft til vandamáli sem þeir vilja forðast. Svo reiði og að dæma aðra og fara í þögnina, í ótta sinn, alls konar hegðun, leiðinda hegðun, jafnvel fíknir og annað. Þetta eru verndarar og í ástarsamböndum þá getur þetta komið jafnvel þannig fram að til að þú verðir ekki fyrir óbærilegri höfnun og sársauka, þá er svolítið gott að bara vera fyrir til að hafna. Og hvernig gerir maður það? Maður gerir það með því, ómeðvitað sjálfsögðu, að búa til einhverja mynd í huganum af hinum, af göllum hins aðilans. Já, hann gerir aldrei svona. Og svo fer maður að bera sama við annan. Og finnur meiri og meiri agnúa og gagnrýnisraddirnar í hausnum okkar sem eru bara verndarar og vilja okkur vel. Við skulum ekki gleyma því. Þeir vilja okkur svo vel. Þessi litlu krút. Að þeir eru reyna að forða okkur frá því að verða fyrir sársauka ef hinn aðilinn skyldi nú yfirgefa þig. Þetta ekki gangu upp. Þá var það ásættanlegra. Af því hann var svo gallaður. Þetta gerir náttúrulega ekkert nema bara tortíma samböndum. Það bara er svo augljóst. Þannig þegar við lendum í þessu og við finnum að við erum farin að dæma aðra og gera væntingar og jafnvel að orða, að þá er eiginlega fyrsta stigið að taka eftir því og komast kannski að því hvað kemur þetta? Kemur þetta úr barnæskunni? Hvaðan kemur þetta? Hvar lærði ég þessa hegðun og þessar hugsanir? Og spurja þær jafnvel út úr, er það sem að ég er að trúa núna, er það rétt? Get ég verið alveg viss að það sé rétt? Mögulega ekki. Og hvernig væri þá að leggja sig á borðið með sína áhyggjur? Ég meina nú ekki bókstaflega á eldhúsborði kannski, en bara leggja tilfinningarnar sínar á borðið fyrir hinn aðilann. Nú, auðvitað þarf maður að treysta honum ef að maður er í sambandi við einhvern. Af hverju ætti maður ekki að gera það? Hver væri hætta við það? Sennilega engin. Meiri hætta ef maður treystir ekki. Segja frá tilfinningunum sínum og hvað maður er hræddur um. Segja frá óttanum sínum og ræða saman. Það virkar oft betur. Það róar oft litlu partan okkar og þeir þurfa hlustun en ekki að ýta þeim niður. Það virkar ekki. Þannig að vera heiðarlegur, tala upphátt hugsanir sínar, segja eitthvað fallegt við hinn
aðilann alla daga. Eitthvað fallegt. Það er svo nærandi fyrir hjartað. Og bæti sambönd. Nú ætla ég að slá bjölluna aftur og kveðja ykkur með þessum fallega hljóm og munið að brosa með hjartanu.